Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og já, við ætlum aðeins að fara núna í, já, heyra hérna í íþróttakennaranema á Laugavatni og hann komin hérna á sestur hjá mér Þorsteinn Hauksson sem er á öðru ári, ekki rétt? Jú, það rétt. Já. Vertu velkomin í settið. Þakka fyrir. Síðast þegar ég ræddi hérna við því að þá varst þú bara í rökræðum með einhvern Arsenal-mann og hann hét líka Þorsteinn og það var svolítið ruglingslegt, ég vissi ekkert hvort Þorsteinn ég var að tala við. Nei, já, það er svona að fá tvo nafna í viðtal til sín. Það voru mistök að þinni hálfum. Já, segðu, nákvæmlega. En, já, aðeins að Laugavatni fyrir hlustendur, já, hvernig er að vera þarna í KÍ, til dæmis, hvernig er þessi kennarháskóli? Það er bara eitt orð, það er bara frábært. Það er bara, já, það er bara alveg bara geggja gaman. Ég mæli með þessu bara fyrir alla sem eru bara að íhuga það að fara í þetta. Bara endilega bara skella sér. Já. Þetta er alveg bara frábærlega skemmtilegt. En það er náttúrulega búið að leggja þetta niður á Laugavatni, ekki satt? Jú, það er náttúrulega rosalegt hitamál og ég veit ekkert hvort maður á að þóra út í eitthvað djúpt í þá umræðu en það, jú, þá á að flytja þetta í bæinn og þeir sem byrja á næsta ári, það, eins og staðan er núna þá á það að byrja í bænum næsta haust. Já. En það við sem eru núna reyndar á, erum núna upp á Laugavatni, ég held að stefna sé þannig að við fáum að klára þar. Sko. Og við förum nú ekkert í pólitíkinni í þessu, það er nóg það þessa dagana í fjölmiðlum? Já, það er nóg pólitík komið í þessar viku, en það er ekkert smá, en þetta er, það er bara Háskóli Íslands sem stjórna þessu og ég þekki ekki margra sem eru með því, en svona, ég er á móti því að flytja í bæinn, en ég ræði engu það. Við erum búin að leggja okkar á mörkum og meira verður ekki sagt það. Já, en það er kannski ekki allir sem átta sig á, það er mikið talað námið í kennaranámið, íþróttakennaran og það er mismunandi hvernig er kennt íþróttakennslu, en er farið í allar íþróttir, sem sagt bara alveg frá skíðum og keilu eða hvernig virkar þetta fyrir? Já, svona, það er náttúrulega til svo rosalega mikið íþróttum sem er flokkað sem íþróttir, en það er farið í allar þessar helstu íþróttir, það er farið í vetraríþróttir og það er farið í allar boltagreinarnar og það er farið í frjálsarnar og það er allur pakkinn sko, það er farið í fimmleikana og kennsluna náttúrulega og svo sundið er líka farið í þannig að það er alveg farið yfir bara mjög víðan völl sko, þannig að það er eiginlega alveg sama hvar þú ert í hvaða íþrótt þú ert, þetta er alveg örugglega að fara að henda þér. Já, þeir eru nú alltaf að fara í froska kapplaup eða... Nei, við fáum ekki menntun í að þjálfa froska. Sko. Nei. Já, nákvæmlega. En ef við fáum hins vegar þjálfuna lífeðlisfræði, þannig að við gætum mögulega, ef við fengjum frosk sem talar, sko, þá gætum við kannski... Nei, það er ekki svo leið, sko. Það er ekki alveg svo gott. Já, það er, sko, aðstæðan á Laugavatni, það er mikið búið að tala um hana að það var ekki... aðstæð til staðar og auðvitað þú náttúrulega hlutdræg og þú ert náttúrulega í KÍ en það sem er búið að segja að það sé ekki aðstæð til staðar vantar eitthvað upp á eða hvernig er þetta? Nei, sko það er náttúrulega kannski rámt að segja að sé engin aðstæða það er víst aðstæða en auðvitað í mörgum tilfellum er aðstæðan betri í bænum að sumu leyti, það er stærri líkamsræktar aðstæða fyrir þá sem vilja það eru innanhúshallir fyrir fótboltann og allt svoleið sko, en ég veit ekki, ég sé bara ekki sko, ef þeir ætla að eyða peningi að flytja þetta í bæinn sem mun kosta háskólan mjög mikið, þá skil ég ekki bara af hverju þeir eyða ekki bara sömu fjárhæð í uppbyggingu á Laugavatni. Því Laugavatni hefur upp á svo marga möguleika að bjóða upp á að bæta við og bara gefa í upp á Laugavatni fyrir háskólan. Já. En hvernig er svona hljómgrunnu nemanda þarna sem er hjá þér, veist? Það er allir á móti þessum flutningi. Ég held að það eru langstærsti meirihluti nemenda, nánast allir eru á móti að flytja þetta. Af því að bara leið og þú kemur hann upp betur og skoðar aðstöðun og ert aðeins með í þessu þá bara þetta er svo frábært sko, þetta er svo bara, það er ekkert, ég sé ekki neikvæð að punta annað en þetta sem að, þú veist, háskólinn er kannski að sækjast eftir, það er þetta aðstöðuleysi, en ég er bara ekkert sammála því að það sé eitthvað aðstöðuleysi því staðurinn hefur upp á allt að bjóða.
Þannig að ég svo sem ekki alveg sammála því að þetta sé eitthvað aðstöðuleysi en auðvitað alltaf hægt að gera betur sko, í öllu sko. En já, þið komið það ekki allir nemyndin úr mismunandi svona íþróttagreinum í grunni? Jú. Já, er einhver sérstök íþrótt sem allir hafa verið í eða er þetta bara alls konar íþróttir? Nei, í rauninni ekki sko, það er rosa misjætt, auðvitað er náttúrulega, bara eins og að fótboltinn er náttúrulega stærstur og vinsalastur og allt það, en það er samt við erum öll svona út víðum öll sko, það er náttúrulega handboltinn og fótboltinn, þetta er stórar íþróttir bara á Íslandi og þetta eru margir sem koma úr því, en það er þarna margir sem koma úr, vetraríþróttum, við erum með 2 landsliðsstelpur þarna, sem eru í íshokkey og það eru sem koma úr fimleikum og já, bara þú veist, það er allar íþróttirnar, frjálsum og blakinu og körfuboltanum og bara, já, það er allir pakkinn sko, þannig að þetta er alveg mjög dreift, þetta er ekkert einhæft sko grunnurinn hjá krökkunum sem koma og sumir í rauninni hafa enga sérstaka svona kannski bakgrunn í neitt íþrótt sko. Sumir eru hafa bara brennandi áhuga og langar að læra þetta. En já, svona heilt yfir að þá verðið ansi fáið ekki þá næstu 2 árum hérna? Jú, það er náttúrulega fækka, það er náttúrulega koma engir nýnemar inn núna næsta haust, þannig að við verðum bara sami það er náttúrulega útskrifast núna í vor, 3. ári sem er núna, þannig að þá verðum við bara á næsta ári bara 2 árgangar sko. Þannig að það kemur engin nýr og það verður ansi einmannalegt fyrir þá sem eru á 1. ári núna eftir 2 ár. Þá verður þau bara 1 bekkur upp á Laugavatni. Ég veit nú ekki alveg hvernig það verður, hvernig háskólinn ætlar að tækla það sko. En eins og staðan í dag þá er búið að segja það að þeir sem eru þar núna fá að klára þar sko. Þannig að þau verða mögulega ansi einmannar. Já. En já, nóg það. Þú náttúrulega fylgist væntanlega með knattspyrnunni því að þú ert mest áhugaður á því, er það ekki? Jú, það er svona það er mitt fag. Og er einhverjir fagmenn sem að kenna þér að þjálfa knattspyrnu til dæmis hérna á Laugavatni? Já, ég meina það eru bara hann Freyr, landsliðsþjálfari kvenna, hann er að kenna okkur og svo er hann Örn, hann er að kenna okkur líka og Arnar Bill líka. Guðmundur Hreiðarsson kom til okkar daginn, hann kenndi okkur aðeins. Og það, já, og þeir eru að vinna fyrir KSÍ og eru með, held ég séu ég er nú ekki alveg viss að ég held ég séu flest allir að kenna eitthvað í þessum þjálfaragráðum sem að KSÍ með. Þjálfaragráðu, KSÍ-gráðuna, sko, 1 og upp í 5. Og síðan það G-gráðuna líka. En í lokin, já, enska boltanum, nú eru svona línur að skýrast þar, enska deildin að svona nokkuð að fara að klárast. Lítið margir sorgmættir yfir því, það eru 5 umferðir eftir. Þú ert Liverpool-aðdáandi, ekki satt? Jú, það er mitt lið. Og hvernig líst þér á svona gangmála? Svona hjá þeim? Já. Ég er nú bara svona nokkuð bjartsýnn þó að þeir kannski, ég þarf ekki að segja hver þeir enda núna, þeir náttúrulega ná örugglega ekki, ég reikna ekki með því að þeir ná inn einu Evrópusæti eða neitt svoleiðis en Klopp er að gera virkilega góða hluti, ég er mjög hrifinn af því sem hann er að gera og hann er búinn að rífa liðið hellingu upp núna frá því hann kom, þeir eru á bara flottu rönni núna og svona, já, ég held að sé bara mjög bjartir tíma framöndan hjá þeim og ég var nú að lesa í dag, þá var ég að lesa grein sem hann markmaðurinn hjá þeim, heitir hann ekki Bruce Grobbelaar, hann vildi meina það að Liverpool yrðu meistarar innan næstu 2 árum. Okay. Það er kannski bjartsýni, ég veit það ekki, en það verður bara komið í ljós, ég meina það er allt hægt í boltanum, ég sjáum það bara Leicester er að gera góða hluti og það er ekkert heppni, ekki öllu leyti náttúrulega. 5 umferðir eftir Leicester með 7 stiga fórustu á Tottenham sem eru í öðru seti. Þetta er eitthvað sem enginn sá fyrir? Nei, ég held að ef að sá sem segir það, þá hlýtur hann að vera hraðlý. Hann stefnir á að verða mjög ríkur maður sá sem tippa á þetta fyrir tímabili en ég held samt að ég vona að Leicester taki þetta bara þeirra vegna og í rauninni fótboltans vegna líka. Þetta er í fyrsta skipti frá held ég sko
1970 og eitthvað sem að lið vinnur í fyrsta skipti. Leicester er að vinna þá í fyrsta skipti í þeirra sögu. Þetta er í fyrsta skipti í langan tíma. Þetta hafa alltaf verið sömu liðin núna síðan 70 og eitthvað sko, sem hafa verið að vinna þetta sko. Þannig að það er bara skemmtilegt fyrir fótboltann ef að þeir klára þetta og ég trú að þeir geri það. Þorsteinn Hauksson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Við ætlum næst að fara í AK Extreme sem var á Akureyri helgina. Þeir eru það ekki aðeins að læra það ekki líka skíðakennslu þarna? Jú, við vorum með þarna rétt fyrir páska og fórum við í skíðaferð á Akureyri og vorum þar að skíða á bekkjum og svona að leiða okkur og læra og læra að kenna og allt sem því fylgir. Og enginn slasaði sig? Nei, ekki alvarlega. Ég tók hérna eina smá flugfæðir enda, fekk smá brunasár í andlitið en það var nú ekkert alvarlegt. Brunasár í andlitið? Já, ég stökk hérna eitthvað aðeins og lendi á öfugum enda. Lendi á andlitinu hérna. Það fylgir svo oft. Já, það er bara gaman. En þú mælir með Íþróttakennaraháskólanum? Alveg klárlega, híklaust. Bestu þakki Þorsteinn Hauksson og gangið sem allar best þessum restinum. Takk að kærlega fyrir. Takk. Næsti viðmælandi minn hér í sportþættinum er Egill Tómasson úr krúinu hjá AK Extreme. Hann verður hér á línunni eftir smá stund. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Suðurland